Já, hingað komin Lilja Dögg Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, varaformaður Framsóknarflokksins. Það flokksþing Framsóknarmanna núna helgina. Reyndar Viðreisn líka með flokksþing, þeir eru suður í Reykjanesbæ, Keflavík, þeir eru nær, þeir eru í Kópavoginum. Já, það er reyndar í Reykjavík. Það er í Reykjavík? Við erum í Gullhamrum. Þið eru í Gullhamrum, já, ok, það er í Reykjavík. Það er í Reykjavík. Úthverfunum. Já. En velkomin hingað. Reyndar, ég ætla að byrja að stríða þér aðeins. Gunnar Bragi Sveinsson skrifar á Facebook: fámennt flokksþing skila sér í fáum atkvæðum. Sýnist að meintur formaður hafi tapað helming þeirra atkvæði sem hann fekk 2016. Þá voru þau 370 en nú 185 og 94%. Ætli þetta sé fámennasta þingið í sögu flokksins? Ég held að Gunnar Bragi sakna okkar, þess vegna skrifa hann svona. En það er auðvitað þannig að það er þetta við söknum þessu, já. Já, ég held að þetta sé þannig, svolítið. Og en hins vegar það sem er mjög skemmtilegt á þessu flokksþingi að það er samt mikil stemming og fólk kemur alls staðar að landinu, við erum að klára margar mjög góðar ályktanir og við erum til dæmis búin að vera með menntastefnuhóp sem hefur verið starfandi frá því að við heldum upp á 100 ára afmælið sem var að skila bara mjög góðri skýrslu, þannig að sumuleyti má segja að þetta flokksþing sé svona hálfgeitt menntaþing og ég sem mennta- og menningarmálaráðherra þjóðarinnar náttúrulega mjög ánægð með það, en svo er það auðvitað þannig að þú varst að tala um tölunar að það var náttúrulega að vera að kjósa á milli tveggja einstaklinga 2016 og þá náttúrulega er oft fleiri sem mæta og annað slíkt. En ég held að ummæli Gunnars Braga skýrist líka í ljósi þess að hann sakni okkar og það er auðvitað þannig, ég meina Gunnar Bragi, hann er búinn að vera í flokknum held ég síðan hann nánast fæddist. En auðvitað þetta líka svona kannski ákveðin umskipti. Sko, þið eru reynda með Framsóknarmenn og það er kannski einkenni svolítið þingi, þið eru með 2 ráðuneyti þar sem þarf að vinna alveg gríðarlega mikið starf og það er samgönguráðuneytið og við sjáum til dæmis þessum hörmulegu bílslysum sem er að verða núna síðast á Lyngdalsheiðinni að það þarf að gera mikið átak og það má ekki bíða mikið átak í vegamálum. En svo er það menntamálin og við erum að fá vondar fréttir úr menntamálunum eiginlega bara í hverri viku, stundum oft í viku og núna í þessari viku þá er náttúrulega þessi samræmdu próf sem klúðrast svona illa. Það voru líka fréttir það að krakkar í grunnskóla vildu frekar tala ensku en íslensku. Það var önnur frétt. Já. Og spurningin er náttúrulega svo, hvað eigum við að gera? Hvað getur þú gert sem menntamálráðherra? Auðvitað er þetta þannig að þegar maður kemur inn í ráðuneytið að áskorunar eru mjög margar. Ég held hins vegar að við höfum oft sýnt það sem þjóð að ef við fáum stórt verkefni og við náum einhvern veginn að sameinast það og ég held eins og varðandi menntamálin, ég vil meina að það þurfi bara þjóðarsátt það hvar við ætlum að staðsetja okkur varðandi menntamál þjóðarinnar. Og til dæmis eins og ég hef talað í raun og veru bara svona 6 áskoranir hvað þetta varðar. Það er augljóst varðandi bara samkeppnishæfni menntakerfisins. Við sjáum það með PISA, við höfum verið að dragast aftur úr. Hér ef að myndavélin kemst nær, þá getum við séð hvernig við höfum verið að fara niður í PISA. Sumir segja að PISA sé einhvern veginn ekki, við höfum ekki alltaf að horfa á PISA, en þetta er ansi sláandi niðurstöður, hvernig við erum að fara niður í náttúrufræði, stærðfræði og lesskilningi. Það er bara, þetta tala alltaf sínu máli. Þetta tala sínu máli, en sjáðu hins vegar hvað gerist árið 2009. Þarna fyrir við upp. Já. Og eina ástæðum þessa er að það var farið í, bara menn fór í það að kynna prófið fyrir nemendum og kennurum. Og ég reynda tók þátt í því árið 2009, semst fyrir það próf, þá var ég varaformaður menntaráðs Reykjavíkurborgar. Ég er eiginlega sannfærð það að það sé meiri geta inn í kerfinu en við fáum mælda þarna ef ég segja alveg eins og þess. Ég er ekki á því að íslenski nemendur standi sig svona miklu lakar. Ég held að tengist líka því svona hvernig við förum inn í svona verkefni. Krakkarnir fá ekki niðurstöðunar sjálf og það þarf einhvern veginn að bara fara yfir það hvaða þýðingu þetta próf hefur. Og ég held líka að til þess að ná betri árangri þá þurfum við að styrkja alla umgjörð í kringum kennarastarfið. Það er bara, við eigum í, það vantar nýja kennara, það er líka brotthvarf úr stéttinni og þegar við stöndum, eins og ég segi, bara ákveðnum tímamótum, þá verðum við að spyrja okkur, af hverju er þetta svona og hvernig ætlum við að leysa þetta? Og ég tel að eina stóru lausnunum sé að styrkja umgjörð kennarastarfsins, minnka það álag sem er inn í grunnskólunum, því ég heyri það alls staðar sem ég kem, ég er búin að vera mjög dugleg að heimsækja skóla síðan ég tók við embætti og þeir segja, það er gríðarlegt álag, við þurfum meiri aðstoð við þá nemendur sem standa höllum fæti
Og svo líka annað sem ég hef mikinn áhuga á, það eru þau börn sem eru með annað móðurmál en íslensku. Já. Þeim hefur verið að vegna mjög illa í PISA-könninni og það er svona annað mál sem við verðum að... Vegna verð hér en í Skandinavíu? Já, verð hér. Það var ekki svo áður en svo er eitthvað að gerast innan kerfisins sem sýnir það að þeim vegnar verð en á hinu Norðurlöndunum. Og ég óttast það að ef við förum ekki í þetta með markvissum aðgerðum, þá munum við sjá fram á meiri svona stéttskiptingu hér til framtíðar. En sko, þú talar um að efla umgjörðuna fyrir kennarana. Er það hægt með öðru en að hækka launin þeirra minnka vinnuálagið? Þetta er samstarfsverkefni okkar og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Við sjáum það að þau ríki sem hafa farið í svona aðgerðir, til að mynda Finnland sem ég nú að kynna mér mjög verulega þessa dagana vegna þess að þeir eru með menntakerfi sem bara stendur mjög framalega og þeir ákveðu það bara eftir seinni heimsstyrjöldina, það var mikið mannfall, þeir þurftu að greiða háar stríðskaðabætur og þeir bara stjórnvöld settust niður og hugsuðu, heyrðu, hvernig ætlum við að gera þetta? Og úr var svo kölluð finnska sáttin sem þeir kynntu árið 1952 þar sem þeir fóru í róttækar breytingar á menntakerfinu en leiðarljósið í þessari vinnu var að styrkja umgjörð kennarastarfsins og til að mynda það er mjög eftirsóknarvert að fara í kennarnám í Finnlandi. Já. Það er nánast ekkert brotthvarf og svo er önnur þjóð sem ég hef kynnt mér svolítið vel að því ég var skiptinemi þar sem er reynda mjög ólík okkur og við munum ekki gera hlutina með svipuðum hætti og Suður-Kórea. En þegar ég átti fund með menntamálaráðherra Suður-Kórea og ég fór einmitt yfir allar þessar áskoranir sem þú varst að byrja á að ræða og hann sagði, mín ráð til þín eru þið þurfið að efla umgjöruna í kringum kennaran. Og hann til að mynda, þetta er menntamálaráðherra, hann var líka vara forsætisráðherra, hann var með það alveg á hreinu hvernig símenntun kennararnir hans væri að fara í og það var gríðarleg virðing borin fyrir kennarastarfinu þarna. Og ef maður hugsa þetta og ég meina þegar ég er að taka við, ég hugsa, heyrðu, hvernig ætlum við að ná meiri árangri, þarna tel ég að það sé ein leið og ef við náum að gera þetta vel, þá leysum við mörg önnur vandamál. Við höfum enga sérstaka virðingu fyrir kennurum. Kennarar þetta er orðin kvennastétt, það er nú frægt og aðsóknin í kennaranámið er lítil. En eins og ég segi, sú þjóð sem getur ekki hugsað vel kennarana sína, hverjar eru framtíðar horfunar og maður hugsa líka til þess, við vorum að tala um flokksþingið og ég byrjaði ræðina mín á flokksþinginu að vitna í fyrstu stefnuskrá Framsóknarflokksins sem fjallar einmitt menntun og í annarri greinni þá er einmitt fjallað það að það þurfi að efla kennaramenntun í landinu strax árið 2016 og þú sér það þegar við erum að skoða svona hvernig við erum að undirbúa fullveldi. Þetta er 1916. Þú ert með sókn og sigra eftir gamla ritstjóra Þórarinn Þórarinsson. Já, ég var undirbúa mig og hérna sýndi mér bókina þetta það er meiri svo. Já, klassísk bók. Já. En hún er bara þetta er hérna hún á alltaf við og ég meina hugsaðu eins og með flokki minn, hann er stofnaður 1916 og strax þarna í fyrstu stefnuskráni er verið að horfa til framtíðar og ekki bara varðandi kennarnámið heldur líka lögð áherslu á að karlar og konur hafi jafnt aðgengi að menntun og líka fjallað háskólastigið og þá höfum við bara stofnað háskóla 1911 og þetta er 1916 og ég var einmitt að bara fjalla þetta til þess að setja þetta í samhengi að í upphafi síðustu aldar þá vorum við svona framsýn, við vorum að leggja áherslu á menntun og ég tel að okkur hafi farnast mjög vel sem þjóð á síðustu 100 árum að þurfum að halda upp á fullveldi samanlið en hvernig ætlum við að fara inn í næstu 100 og ef við lítum á menntamálin þá sjáum við að það er náttúrulega margar áskoranir og við þurfum bara að líta inn á við. Þú veist að nefna þessar áskoranir fleiri, hverjar eru þær fyrir utan kennarana? Já, það er til að mynda með börnin sem eru ekki með annað móðurmál en hafa annað móðurmál en íslensku og þau búa hér og þetta eru allt íslensk börn og við vorum að passa upp á það að þau hafi sömu tækifæri í íslensku menntakerfi og við vitum líka ef við skoðum, ég er búin að skoða mjög vel niðurstöðu PISA-rannsóknar, við sjáum að börnum í neðra hæfnisþrepinu, þeim fjölgar mikið á Íslandi og þeim í efra hæfnisþrepinu fækkar. Hvað segir þetta okkur? Við erum ekki að huga nægilega vel að þeim sem eiga í ákveðnum erfiðleikum í skólakerfinu og heldur ekki að þessum bráðgerubörnum. Og þá verðum við þetta bara, og við vitum hvar vandinn er og við verðum að ráðast í aðgerðir hvað það varðar. Aðrar áskoranir til að mynda, það eru mjög færri sem fari í iðn starfs- og verknám á Íslandi
12% fara hér, meðan það eru mun fleiri í Noregi og við sjáum það að við erum að bera okkur saman bara við Evrópusambandið að það eru 47% sem eru í iðn, verk og starfsnámi, svo kallum vísgreinum, meðan það eru 32% sem eru hjá okkur og þá er ég líka tengið þetta svolítið við þetta mikla brotthvarf sem er í íslensku skólakerfi á framhaldsskólastiginu. Þetta byrjar brotthvarfið ekki á framhaldsskólastiginu. Við sjáum þetta vísbendingar strax í grunnskólunum og það er annað sem við verðum að horfa til. Af því að þarna er, sem sagt, ég vil meina það að brotthvarfið snúist það að við erum ekki búin að kynna nægilega vel hvað stendur börnunum okkar til boða. Sko, iðn og verknám, það er náttúrulega eiginlega hálfgerð ráðgáta í þessu landi, þar sem eru alltaf svona miklar framkvæmdir og mikil uppbygging í kringum í alls konar hluti og við eigum að heita mjög dugleg þjóð og svona, að við skulum ekki sinna því betur, að við skulum vera svona ofboðslega mikið upp á bóknámið. Já, en ég held að það sé líka svolítið að við höfum þetta sem þjóð, maður er alltaf að svona aðeins að líta tilbaka, að við höfum þetta verið að breytast heilmikið sem samfélag. Við erum í raun og fyrst að verða svona menntuð þjóð með svona skipulegu menntakerfi bara í upphafi síðustu aldar. Þannig ég held að við eigum svolítið, sko, við þurfum að endurskoða hvernig við nálgumst þessa þætti og ég get sagt þér að við erum þegar farin að stíga mjög ákveðin skref í ráðuneytinu mínu til þess að takast á við þessa áskorun og þetta tengist þessu brotthvarfi og svo er annað. Ég meina þar til að síðustu fjárlög voru kynnt, þá voru náttúrulega háskólastigið okkar ekki mjög vel fjármagnað en við gáfum verulega í hvað það varðar því að við ætlum að ná OECD markmiðinu 2020 og við erum búin að gera áætlun til þessa. Og þannig að við þurfum... Það færra háskólamennta fólk á Íslandi. Það færra háskóla og þeir voru líka eftir fjármálahrunið, þá voru þeir mjög illa fjármagnaðir og nú erum við einblín á það sem við erum að tryggja þessa fjármögnun ríkisstjórnin að einblína á gæði. Af því að það er líka þannig að ég vil að hagkerfið okkar þróist enn frekar í svona hugverkadrifið hagkerfi og það muni auðvitað byggja á því að það séu mjög öflugar rannsóknir og þróun og þá þurfum við auðvitað að efla háskólastigið. En sko, hvernig getum við treyst þessu þegar krakkar í 9. bekk mæta í samræmt próf sem að opinber stofnun á að halda og þetta gerist og þetta er ekki fyrsta skipti og stofnunin ræður ekki einu sinni við það verkefni að halda prófið. Ég meina það er rétt og ég hef náttúrulega... Þetta er algjör skandall. Já, þetta er óásættanlegt og ég er búin að vera með teymi í ráðuneytinu mínu og Menntamálastofnun að vinna alla helgina til þess að bregðast við þessari stöðu af því að það sem við erum auðvitað að fara yfir, hver er staða þessara prófa, hver er staða nemenda. Ég meina sumir náðu að klára hluta af prófinu, getur þeir nota þá einhvern meðan aðrir gerðu það ekki. Þannig að ég er búin að vera að nýta tíman mjög vel til þess að undirbúa fund sem verður á miðvikudaginn því að það er alls konar svona lagatæknileg úrlausnarefni sem við þurfum að hafa svar við og ég er búin að boða alla þá sem koma að þessu máli á fund á miðvikudaginn þar sem þeir munu fá skýr svör, við verðum með tillögur hvernig við ætlum að leysa þetta og það eru auðvitað margar leiðir sem er hægt að fara hvað það varðar. Nei, mér finnst bara, stofnunin sem slík nýtur ekki trausts lengur. Nei. Það er það sem er kannski vandamál. Og það sem við þurfum að fara að gera núna er að byggja upp traust og trúveruleika aftur hjá þessari stofnun og það er annað sem við erum búin að vera að skoða yfir helgina vegna þess að það eru fleiri próf. Ég meina, við erum að fara að leggja fyrir PISA-prófið núna á næstu dögum og við þurfum að tryggja það að það muni gangu upp og annað sem maður hugsaði eins og þegar Menntamálastofnunin er búin að reiða sig á þetta erlenda fyrirtæki eigum við yfir höfuð og úthýsa svona. Ég meina, ég er auðvitað mjög gagnrýnin og er með gagnrýna spurningar núna til Menntamálastofnunar hvað þetta varðar. Þetta er erlendur hýsingaraðili af því að þetta er svo stórt mál vegna þess að krakkanir og kennarar og skólastjórnendur eru búin að vera að undirbúa sig allan vetur fyrir þessi próf að lenda í þessu er þetta svo sár vonbrigði. Þannig að mér finnst mestu máli skipta núna að við séum með skýrsvör til handa þeim sem fóru í prófin og þannig að menn átti sig á því bara hvernig skólahald verði út þessa önn. Þetta er stórt verkefni, Lilja. Ég þakka þér kærlega fyrir að koma í þáttinn henni bókið. Þakka þér fyrir, takk. Tölum aðeins lífeyrissjóði hér á eftir.